þá ætlum við að fara í að útbúa skjá fyrir kerfið okkar og Egil á leiðinni, allt í lagi. Hljómandi. Og þá segi hérna new screen og ég ætla að setja verkefnið hérna hægra megin svo ég geti farið eftir myndinni og hér höfum við forritið og hér sem sagt þá við þurfum ekki að setja þetta allt saman upp. Ég ætla aðeins að stækka þetta svo við sjáum betur hvað við þurfum, hvaða hluta við þurfum að gera. Sko, hér þessi þættir hér, dæla 1, dæla 2, skilvinda og sko hitarinn, hann liggur náttúrulega milli hluta, við myndum bara setja tölugildi hérna fyrir ofan. Fyrir hitar 1, því að við erum að regla hitastigið inn á skilvinduna en síðan hitari 2, það á tvístöðureglun og þá bara að byrja að finna það við setjum eins og við hefum gert áður textabox og síðan kassa á bakvið til þess að útbúa svona eins og við sjáum hérna grænan flöt þegar viðkomandi í gangi eins og dæla og svoleiðis. Þannig að við byrjum á því að setja bara textabox, höfum þetta einfalt og það er rauninni bara sleðarnir og já, spurning, já, þetta verður raungildi fyrir hitara 1 sko, já, en hiti 2 það væri raungildi bara beint. Þannig að það eru 2 sleðar sem við þurfum að hafa hérna bara beint fyrir neðan. Þannig að þá byrjum við að smella á hérna texta, stórt A hérna, lítið A og útbúum hérna svona lítinn kassa og skrifum í hann, dæla 1. Þetta bara skraut, þess vegna megum við setja sér íslenska stafi í þetta. Dæla 1 og við ætlum að setja það í miðjuna, center. Og kannski þarf þetta ekki að vera alveg svona breitt, þannig að ég spari plás. Svona, svo hef ég alveg jafn stóran, já, ok, þetta verða aðeins misstórir. Segi hérna, ég ætla að taka afrita þessu, ég segi bara að meðan þetta valið, þá segi ég copy og smelli svo út fyrir, segi Ctrl+V og breyti þessi í dæla 2. Og svo kollagoti og hérna setja upp að næsta skilvinda og ok, sleppur, ég færi þetta saman á eftir, hitari 1 og hitari 2, svona, hitari 1, ok, og hitari 2, ok, og ég get valið þetta allt saman til að jafna þetta, með sérna upp, en svo þegar við færi þetta aðeins saman með örvalíklunum, en þeir, sjá, það er komið, nei. Svona þetta að vera. Það er komið með þessa röð hérna uppi og á eftir þá setjum við svona græna kassa á bakvið þegar að þetta er komið. Og sjá, við erum með dæla 1, dæla 2 og svo framins hérna, þannig að þetta er allt saman eðlilegt. Og hérna, þannig að við getum sett hérna kassa hérna á bakvið og síðan
Það sem verður öðruvísi núna, hitari 1 verður öðruvísi heldur en hitari 2, ætla ég að segja, vegna þess að hér verður þá tölugildi frá reglinu og við erum ekki komnir með það inn, þannig að ég get ekki setta hérna alveg strax. Sko, það er ekki komið hérna, þetta var bara af og á fyrir reglin, en ég er ekki með neitt annað hérna. Ég er ekki með neitt gildi hér, hiti 1. Það er kannski möguleiki að þetta verði sem sagt merkið út raunhitin, en það getur líka heitið raungildi eitthvað. En til að byrja með þá get ég sett þetta hérna svo við höfum allavega eitthvað inn í þessu hérna. Ok, þannig að það verður hérna fyrir ofan, hin öll verða með jafnstórum kössum sem að fara á bakvið eins og við hefum gert áður, sem að hérna breyta þá lit eftir hafa þetta jafn stórt hérna, fyrsta kassan. Svona, það var ekki alveg jafn stór, hann var aðeins svo breiður. Svona, og get ég fært hann aðeins. Já, ok, hvort var stærra? Tjekka þessi hérna. Já. Þessi kassi er ekki nógu breiður, ok. Það er málið. Reyna að laga hann. Svona. Þá gerðist hvað? Já, hann fer hérna bakvið, en ég kom með hann aftur hérna. Og ég get lagað þetta hérna, ég set bara tek kopíu af þessu og fæ hérna kassa á bakvið, dælu 1 líka. Dæla 1, ég gerði hana aðeins og stutta. Svona, það var hún komin. Ok, og ég ætla að fá þetta hérna. Nei, það er ekki saman. Þetta aftur hérna, sjá. Jafna þetta upp hérna og... Ertu að hafa þessa sem bara push buttons eða bara texti? Þetta er bara texti fyrst til að byrja með og push buttons koma fyrir neðan. Þetta er on-off hérna megin. On og off, þetta er push buttons. Til að kveikja og slökkva á viðkomandi dælu og... Já, og þannig að þá ætla ég að stilla þetta hérna. Ég get farið hægri smelt og farið í Properties og velja hérna dælu 1, Animation, Animation Object, Animated Object og smetla á 3-punktinn og næ hérna í dæla 1, í búl hérna. Og þetta sem sagt drawing, þegar að, já ok, sem sagt þá sjá ég hérna í Animation, Animated Object dæla 1, þá smellum við á BTR1, við viljum láta það birtast þegar drawing, þegar við höfum hérna, já, þegar það er hátt gildi og þá verður grænt. Þá verður það grænt, ok, og ég ætla að bara setja svipað fyrir dælu 2
og já, þetta ekki að sama. Að taka þetta hérna og breyta þessu bara í dælu 2 af því nú er ég búinn að stilla þetta til og við, já, við dæla 1, ég ætla að fara og ná í dælu 2, dæla 2, ok, og bitur 1 og þetta alveg það sama. Svo að þetta bara fyrir dælu 2 og næst það, já, bitur nú við, ég ætla að taka afrita þessu aftur og setja hérna fyrir skilvindu. Þannig að þetta komi inn þegar að skilvindan er inni. Skilvinda útgangur, það er sannlega þessi hérna, já. Það er þessi hér, ok. Og apply, ok. Og skilvinda hana og hitari 1, hann það er raunnið bara frá tölugildið hérna, sko. Sjá, þetta verður svo hitari 2 sem að ég nota. Þá er það útgangur fyrir hitara 2, sko sjá, er ekki hitari 2 hérna? Jú, hitari 2. Svona. Þarna hef ég hitara 2, og því að þetta er tvístöðureglir og það er bara slökkt eða kveikt á hitara 2. Ok, aðra stillingar eru eins, svo að hann kemur þá bara hérna á bakvið þessa merkingu hér og ég ætla að fara hérna í order, hann er valinn, það er í order hérna, það er í background. Þá kemur hérna á bakvið en ég sé samt sem sagt í gegn, já, þá sé ég í gegn litin. Og svo var hann að skilvindan, já, ég ætla að fara fyrst undir, eða það vendir yfir skilvindinni fyrst og ég fer eðan undir í background. Setur ekkert í hitara 1, séru? Það tölugildið verður hérna fyrir ofan. Það er spurning hvort að við værum með hitara 1, þá hafa hann inni þegar að reglurinn er á auto. Það geti hérna verið svolítið klókt. Sem sagt. Ég var að grúpa á saman svo þeir eru búin að setja á í bakgrunninn. Já, það kemur í veg fyrir allavega við hérna, óvart færum það í sundur eða skemmum það eitthvað, sko. Það má alveg grúpa á saman þegar við erum búin að þessu. Sko, þessi hérna manual auto, ég held að það var það sem að við notum fyrir reglinn. Þannig ég held að ég hafi það sem sagt þegar reglinn er inni, sko auto þegar hann er með háttgildi. Já, býtum nú við, hvað gerist nú? Svona já, að hérna, já, manual auto, þá fer ég hérna í skjáinn. Og get ég haft þennan hérna, já ok, ég tek bara þennan hér, copy, paste og ég set hann bara þarna undir sem manual auto. Manual auto, þannig ef að reglurinn er að vinna að þá er hitarinn í gangi. Það er mjög eðlilegt. Og svo hef ég tölugildið svo á hitanum hérna fyrir ofan frá reglunum. Það er það sem að ég var að spá í. Ok, og þá erum við með þetta nokkuð veginn svona. Ekki alveg nákvæmlega jafn stór, en ok. Þá, heyrðu, já, var þetta eitthvað annað? Nei, þetta var hérna, já, dæla 2, ok. Og þá fer þetta hérna undir dælu 2. Og background, hægri smelli og order background hérna og líka fyrir þetta. Hægri smelli og order background. Ok, þá er bara að fínstilla staðsetningun á þessu.
vorum ekki með þetta í gangi, þannig að það kemur ljós hvað gerist þegar það verður komið í gang allt saman. Þetta var auka, líka þetta. Þá förum við í hnappana. Þá smellum við á push button hérna og segjum hérna on. Við förum hérna hæfilega stóran takka og við náum hérna í þess að ræsa dælu 1, það segir hérna start D1. Start D1 og þetta bara þrýstinappur, en af því að við ætlum að hafa einhverja merkingu á honum, þá ætlum ég að skrifa á hann hérna on, eins og það í verkefninu. Já, ok, það gengur. Og þá ætla ég að hafa þetta að sem stærð, segi hérna copy á þetta og þetta eitthvað tengt í að þetta ekki nógu mikið vinnsluminni. Copy og paste. Þá ætla ég bara að setja hérna alla on-takkana, síðan kemur náttúrulega on-off takki hér, breyta því á eftir og væntanlega þetta bara, verður þessi takki þá bara manual auto takkin fyrir reglin. Nema það sé einhver fleiri skilir. Nei, það getur ekki verið. Það er ólíklegt. Þannig að Hvað notaðu fyrir hitara 1? Það var ekkert íból fyrir hann. Nei, ég ætla að nota manual auto. Bara þegar að reglirinn í gangi, ég nota þetta hér. Já, þá virkar hitara 1. Já. Ok. Því hann með PI-regli. Það málið. Og hérna ætla ég bara að breyta hérna fyrir dælu 1, start yfir í dælu 2, start D2, ok, og start skilvinda hérna, finna það, start skil hérna, ok, og síðan af á rofi fyrir hitara 2 og ég held að þetta hér verður líka manual auto, þannig að ég get breytt því hvort að reglunum sé í gangi eða ekki hérna og hvort þá þarna líka hefur það bein áhrif á hvort að hitar eða ekki sko. Breyta þessu þá í, segi bara hérna man auto. Gengur það ekki? Já, það er þess að breyka þetta hvað sem Svona. Jú, þetta svona réttleppur. Manual auto og síðasti hér þá, þetta í rauninni af á rofin fyrir hitara 2 sko. Sko þetta hérna, já, það hann hérna næst. Já, hérna af á fyrir PI-reglið, það spurning hvort við notum það. Það gæti verið auka rofi sko. Sett hérna af á fyrir hitara 2. Því að þetta aðalega notað til þess að ef þetta að skipta út einhverju elementar í hitara 2, þá getum við slökkt á hitaranum öllum og með þessum rofa og farið í viðhald á honum. Þannig að þetta þá on-off. Ætlum við þá að breyta takkanum fyrir hitara 1?
Það er spurning sko hvort að við sleppum hreinlega þessum hérna eða hvort að við getum einhvern veginn sett hann í raðtengingu sko þennan af á fyrir PI-reglin. Ég ætla til að byrja með að hafa þetta manual auto. Við skulum reyna að hafa þetta bara einfalt til að byrja með, svo skulum við sjá möguleikana í þessu. Ég var að hugsa að hafa auka rofa þarna fyrir neðan. Ég ætla aðeins að bakka með það og hafa þetta bara þannig við bæði setjum inn reglin í gang hérna og hérna uppi þar sem við erum með reglin sjálfan. Þetta hérna, auto 1, manual 0. Þetta þessi í raunni, þessi rofi hér. Sami rofin. Ég var að velta því fyrir mér að hafa kannski stigarit á bak við þetta, að vera með einhverja 2 rofa í þessu. Ég held að það sé bara óþarfi að flækja það. Það var bara sama rofan hér og hérna, man auto. Þann virkar á báðum stöðum alveg eins. Það einfaldar málið. Þú verður auðvitað að stjórna þessu bæði frá þessari skjámynd og líka frá reglinu. Og þeir eitthvað við kassan fyrir ofan hitar 1? Kassin fyrir ofan hitar 1, já. Sem sagt, það kemur frá entry field sem vinstra megin við push-button. Gerum maður svona kassa og það þessi kassi hérna. Inn í hann kemur tölugildi. Það til að byrja með þá hef ég hérna hiti 1. Ég ætla að sjá til hvort að það verður þá vinnu heitið á raungildinu út. Það það sem við fáum út frá filternum sko. Við skulum hérna tengja það saman þá eftir þegar við setjum PI-reglin. Því að það sem kemur hérna hiti raungildi, að það gætum við sagt að þetta þá hiti 1. Við gætum líka sagt að þetta væri bara hreinlega raungildi. Aðeins afturkvæmstur. Já, allt í lagi. Við erum bara að útbúa skjáinn og hérna þetta raungildi, hiti raungildi hérna, að við getum þess vegna bara breytt því hér, þetta fyrir hitara 1 hvað sem þannig að þá getum við breytt því hérna í data editornum. Við getum, sko þetta var hiti 1
hét þetta einhvern tímann hér, indikar hérna. Getum við líka, til að einfelda þetta, þá getum við sagt bara að þetta heitir bara hiti raungildi, af því við erum bara með einni reglu í þessu. Hiti raungildi. Þá þetta bara sama heiltalan, sem sagt, og hérna á lagfilter, sjáu þið hérna. Það útgangurinn frá, sem sagt, þetta álagið eða það sem við erum að regla. Raungildi kemur þá hérna út. Það setjum þá eftir þegar við erum búin að setja inn hérna skjáinn. Sko, það sem að við getum sjálfsér gert að hafa bara PI-reglin væntanlega bara hérna fyrir neðan á sama skjá. Mér sýnist að það eigi alveg geta gengið upp. Ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvað þið hafið stóran flöt hjá ykkur, en ég gæti trúa því að þetta ætti að ganga upp. Förum aftur í myndina hérna í verkefninu. Þá eigum við eftir að setja off-takka, sem sagt stopp-takka, fyrir báða dælurnar og skilvinduna. En ég held að þessi hérna hafi verið komin, já, af á heitari 2, já. Og hann á að vera við latching. Skulum hafa þessi hérna við latching, on-off, af á heitari 2, merkja við latching, haka við þar, segjum OK, og þetta hér verður það hvað sem við latching, þetta á fleiri stöðum, og segjum OK á það. Já, það helst inni, ef þessi inni, sem sagt, þá hann, það háttgildi og þá reglurinn að vinna. Svo að ég ætla að taka þá sama stærð hérna, on-takkan og breyta honum í off. Svona. Ég fæ hérna og hér ætla ég að tvísmetla og finna hér stopp fyrir dælu 1, stopp D1 hérna, OK. Og þessi þarf að vera inni, sko. Það er spurning, sko, hvort að maður gæti sett einhvern veginn neitun á hann, en ég held að við hefum bara haft það á inni, sko. Af því við ætlum að reyna að hafa þetta svona eins og í raunveruleikanum að vera með normally closed. En þegar það á latching. Já, ég til þess að halda þeim inni. OK. Já. Þannig að þið sjáu þeir eru allir bláir hérna, þeir eru allir virkir off-takkarnir. Það er svona viðleitnin í að halda í þessa reglu að allir stopprófar séu normally closed. Það er svona ástæðan bak við þetta. Og þá breyti ég þessu hérna í off. Og það passar, það kemst fyrir. Stopp D1, sama segi ég fyrir D2. Ég segi hérna copy á þennan og, nei, ég fekk ekki, náði þessum ekki. Copy, paste, svona, og fekk ég hann. Og breyta honum fyrir dælu 2 og ég ætla að fá aftur með þennan að færa hann fyrir skilvunduna líka hérna og breyta þessu fyrir stopp D2, OK, og þá hann með rétta merkingu og allt og hann með with latching og síðan það stopp skil, þetta stopp skil, OK, og hann líka við latching. Allir off-rófarnir þá við latching
og við setjum það inn þegar við erum að ræsa. Þannig að þeir eru normally closed. Ok, þá hérna höfum við þetta í sömu hæð og já, það er þetta að reyna að jafna þetta hérna eitthvað. Svona, og þá er það að koma fyrir sleðunum. Þá hérna til þess að þá er efri sleðin, þá er raungildið, nei, hérna óskildið fyrir hitara 1. Við staðfestum hann þá hérna og óskildið. Ég er ekki viss að ég sé komnir með það, við bíðum með það. Copy, paste. Hvað segirðu? Hvað náður í þennan? Já, hvað náður í þennan? Það var hérna í, þú sér push button hérna, síðan er checkbox, svo kemur spinbox og þá kemur scale indicator. Það er þarna, scale indicator. Og svo bara teiknum við kassa, þá kemur hann í ljós. Og svo höfum við entry field, hérna hægra megin til að sjá tölugildið. Og sama hér fyrir neðan og við erum bara eftir þá að skilgreina þetta. Við erum væntanlega með hita, já, og spurning með 2. Hiti 2 getur þetta verið hérna, en við erum kannski ekki búin að setja það inn í þetta var fyrir reglin og ég hugsa að ég þurfa að bæta bara við hérna inn í gagnagrunnin fyrir hitaran. Þá þarf ég að segja hérna hiti 2 sko. Og þetta hérna er integer. INT. Og þá myndum við útbúa tvístöðuregli eins og kemur fram hérna í verkefninu. Að það er hiti 1, náttúrulega gildir þá ekki lengur, heldur þetta væri þá hiti 2. En við getum haft þessuna 37 gráður og 40 hérna í þessum samanburði. Og það getur verið að við séum búnir með það. Ef ég skoða hérna hiti, já, ég þarf að breyta þessu hérna, þá þetta fyrir rauninni tvístöðuregli sem er fyrir hitara 2. Þannig að þetta hérna ekki vera hiti, þetta var hérna hiti 1, ég þarf að breyta þessu hér. Þetta hérna á að vera hérna hiti 2, við sjá, hvað er INT, hiti 2. Svona. Hiti 2 er minna jafnt og 37 og hérna, sko þetta hitir raungildi þetta frá reglinu eða frá hérna. Þetta er hiti 1 hjá mér. Já, og það breyttist hjá mér í hiti raungildi, breyttu þessu í hiti 2. Því að hérna, það er það sem við þurfum að nota hér. Sjáðu, já, aðeins að hafa þetta opið, þannig að ég geti breytt þessu hérna.
Og þá var ég að þeir sem voru komin með þetta, þeir sem er búin að breyta þessu þarna í hiti 2. Því að þetta er þá fyrir, það er bara einn tvístöðureglir inn í þessu og hann er þá fyrir, kemur hérna inn í þessa línu hérna fyrir hitara 2. Hitari 2 er með útgang hérna og hitari 2, það er akkurat hérna á skjánum hérna, hann verður virkur hérna. Það verður grænt flöturinn hérna bak við hann þegar hann kemur inn, sko. En þetta hérna verður óskildið fyrir reglin eða fyrir hitan fyrir fram að skilmynduna og olíunni og við fáum kannski þá raungildið hérna. Eða, já, raungildið er hér og kannski, nei, við bara setjum þá óskildið hérna líka, hægra megin við það. Og síðan er þetta hérna hiti 2. Þetta verður hiti 2 og við náum þá í það hér. Tvísmöllum á neðri sleðan, þá getum við náð í hiti 2 því að við erum með tvístöðuregluna á því. Hiti 2, það er bara allt í góðu lagi. Svona átt að vera og 0-1000, það er kannski aðeins of breytt, við setjum þetta bara upp í 0-50 kannski. Það ætti að vera ósköp eðlilegt. Við getum líka farið frá einhverju öðru hitastigi með neðri mörkin en ég held að það sé bara allt í lagi svona. Og þá er þetta líka hiti 2. Svona. Já, þetta breytir engu hérna með, því að við erum ekki að færa til sleða í þessu. Þetta bara sýnir tölugildið og við getum líka skrifað inn tölugildið. Þó við séum aðalega að nota til að fylgjast með. Hvað settir þá í efri sleðan? Ég á eftir að setja í hann. Já, ok. Við gerum það þegar við setjum inn hérna reglin. Þegar við setjum þetta hérna inn næst. Ég held sé bara komið að því að setja upp hérna skjáinn fyrir þetta eða já, það er kannski betra að vera búin að setja upp hérna reglin og ná þá í óskildið úr þessu og mögnunin og allt þetta hérna. Kannski betra að setja skjáinn, getum haft hann hérna bara fyrir neðan, bara setja hann þá eftir, setja þá bara inn fyrst hérna control og þá förum við í það hér, smellum hérna, hægri smellum á logic og náum í new section hérna, veljum new section og við veljum hérna hvað við ætlum að hafa þetta á að vera function block diagram, FBD, eins og við sjáum að það stendur hérna. Þar setjum við reglinn okkar inn í og við látum hann heita bara control eins og er í verkefninu. Og hérna segjum við bara OK á það. Svo til þess að ná í þennan regli hérna, PIB, þá höfum við hérna í þennan FFB, Input Assistant og skrifum hérna í þessa línu það sem stendur hér PIB. PI_B. Þá kemur eitthvað inn og það er bara nóg að skrifa PI_B og svo að smella á OK. Þá erum við með eitthvað hérna sem fylgir músinni, einhver svona patta og við smellum þá hérna uppstaðar niður
á þægilegum stað og síðan þurfum við bara að fara að skrá inn. Það er spurning hvort við þurfum að setja inn í þetta hiti raungildi komið inn. Hiti raungildi þetta þarf að vera real og loki valve og síðan manual auto. Þetta er í rauninni komið inn en okkur vantar hérna þessi 2 hiti raungildi sem breyta því í real og loki valve í real. Best að klára það frá, setja það inn í dataeditorinn. Skrifum hérna, hiti raungildi var komið hérna, við höfum þetta inntökur en þetta þarf að vera rauntala, eða real. Real og svo þurfum við að bæta við loki valve. Þetta er í rauninni, já, þetta er út frá reglunum, stýrstærðin. Loki, valve og þetta er líka real. Hann kemur sjálfur með það hérna hjá mér sem real. Þannig að ég var að breyta hérna real fyrst. Þið sjáu þetta sjálfsagt illa, þetta er svo stór skjár hjá mér og já, er auðvitað með að stækka þetta, ég veit ekki, það er engin plús hérna allavega, það er grár hérna. En allavega þá bæti ég inn í hérna loki valve eftir að ég er búinn að breyta hiti raungildi í real hérna. Ég held að þú getur haldið inn í control og skrollað á músinni, þá ættu að stækka skjáin. Já, ég var að reyna en þetta bara færist til hérna hægri vinstri sko. Já, ok. Það virðist ekki virka. Ekki í þessu forriti. Ok, það var tilraunir virði og þá bara höldum við áfram og setjum hérna, sko, við þurfum bara að skrifa þetta hérna við. Já, hiti óskgildi, það er líka. Setjum það áður við förum út úr dataeditornum. Hiti óskgildi. Og SK má ekki vera að koma. Óskgildi. Það. Og enter. Þá kemur þetta líka real. Það er hér. En ég held að ég setji hérna hiti parametrar hérna bara á reglinn sjálfan. Skoða það. Smelli hérna á control hérna niðri. Þess að fara mig yfir í það. Og þá ættum við að sjá hvernig það er hér. Hér eru við þá með hiti raungildi, setjum það sem PVAF. Það getur verið að ég geti startað. Það er glerað uppi. Hvað séu? Gleymdi ég einhverju? Nei, það er bækuna glerað uppi þér. Já, akkurat. Takk fyrir það. Já, ljómandi. Þá get ég einmitt verið með aðeins. Þið sjáu, þetta var það vonandi betur. Það er gott. Ég reyni þá að tvísmella á PVAF eða takkan fyrir utan en það er kassin verður oft virkur allur. En ég ætla að reyna að bara benda þetta á PVAF og tvísmella á hann. Þá get ég náð í hiti raungildi. Þá kemur hérna hiti raungildi, ok. Og síðan kemur SP, hiti óskgildi. Það er ég í SP, tvíspilli þar. Hiti óskgildi, svona, ok. Síðan ger ég ekkert með þetta RCPY, heldur þetta manual auto og þar vorum við komin með takka fyrir það. Og þá næ ég í það. Og það var í rauninni þessi manual auto fyrir hérna reglinn.
Þannig að við býðum bara með þetta hvort við sleppum þessu ekki alveg hérna af á fyrir B-regli. Býðum bara með það. Þetta bara manual auto og þar fyrir neðan hiti parametrar. Þetta þarf ég sannleikslega að skrifa inn. Frá bakvið kemur ýmislegt inn. Hiti parametrar. Skrifum það þarna inn því að það gerir svo. Ég prófa að smella á grænatakan og þá kemur þetta hvaða típa para PI, þetta verðist vera alveg rétt og þá smelli ég aftur á grænatakan. Og þá verðist það hafa verið orðið eðlilegt og þá ætti það að vera komið í gagnagrunninn svo að þar ætti ég að geta sett inn þessa þætti sem að þarf að bæta við. Síðan hérna Loki Valve, þetta Geturðu endurtekið þetta eins með þarna bara? Já. Ég tvísmelti á það og ég skrifaði inn hiti parametrar. Síðan smelti ég á grænatakan, þá kom kassi hérna fyrir ofan, þar sem að þetta paramerkingin kom fram og þá gat ég haka við græna hakið aftur. Smelti á græna hakið aftur og þá kom ekki lengur þetta rauða merkingin hérna undir sem að í rauninni sýnir að það sé ekki búið að ganga frá þessu inn í gagnagrunnum. En ég held að ef þið gerir þetta svona, skrifið inn hérna hiti parametrar og þegar maður velur þetta hérna eða smellir á græna hér eða bara ýtir á enter, þá ætti kassi hérna fyrir ofan að koma. Hvernig það komið? Já. Ok. Fínt þá smelli ég á bara þetta græna og þá hérna það næsta að setja hérna át, það Loki Valve hérna. Svona, við smellum á 3 punktinn og veljum Loki Valve, það líka real og þá kemur það inn hérna. Þá sýnist mér, samkvæmt þessari mynd hérna, þá séum við búnir að klára það. Og þá það bara í rauninni næst þetta lagfilter. Þá þurfum við aftur að hægri smetla á Logic. Og halda áfram með það. Ég hérna fer þá aftur á Logic hérna, smelli á New Section og skrifa hérna inn filter. Þetta function block diagram eins og ég var að gera síðast, þannig að þetta ætti að vera í lagi. Og þá fæ ég nýjan skjá og ég smelli hérna vel FFB Input Assistant og skrifa þar inn lagfilter eins og þið sjáum í verkefninu hérna. Lag undirstrik og filter.
og þá verðist koma þetta eitthvað fram og þá smelli ég á OK. Þá fæ ég aftur annað sem að fylgir hérna músinni og smelli hérna niður. Og núna get ég stækkað þetta líka. Svona. Þá höfum við aðeins meira pláss og sjáum þetta betur. Og ég set inn hérna Loki Valve hérna í inn. Þetta stýristærinn sem kemur það hérna inn. Þrípunkturinn hér. Loki Valve hérna. Og svo þarf ég bara að skrifa hérna mögnunina hérna inn. Þetta gain hérna. Skrifa hérna 1.2. 1,2 eða 1.2. Og smelli á græna hakið. Það virðist vera bara allt í góðu. Og svo að setja inn lagtíman og þá ætla ég að sjá hvort það virkar að skrifa bara 20S og íta svo að enter. 20S. Íta enter. Já, þá bætir forritið sjálft við T2x 20. Já, T2x og ég skrifaði inn 20S og bara enter. Og fyrir útganginn þá þetta hiti raungildi. Þá smelli ég á out og hiti raungildi þá hérna. Og svo OK. Þannig að þá þetta tiltölulega einfalt. Við erum ekki með allt og marga þætti í þessu. Mér sýnist að ég sé þá búinn að skrá það sem þarf í kringum þetta lagfilter. Næsta sem við þyrftum að gera það væri að fara inn í gagnagrunnin og skrá það sem þetta hérna hiti parametrar, þetta hérna paradæmi hér inn í fyrir reglin. Og þá skoðum við hérna á þessu hérna neðar. Og þetta allt hérna, ok, þetta kemst allt fyrir á þessum fleti hér. Þá fær ég mig yfir í yfir í data editorinn og hér ætti ég að sjá hiti parametrar og það hérna neðst. Ég smelli á plúsinn hérna vinstra megin við og þetta undir variables, þannig að ég á réttum stað hérna. Og hér setja inn þessi gildi. Þetta allt svipað hérna. Við með hérna, setjum 0 hérna í pvaf, þetta real value. Sjá, pvaf, enf, og setja hérna 0. Þá, það kemur 000, pvaf sup, þar á að vera 100, sen þetta eitthvað prósentu tengt, 100% kannski eða eitthvað slíkt, og næsta enf aftur, það 0, og síðan 100 býta out, þetta eitthvað öðruvísi. SUP, þetta rétt. Setjum 100 því það líka. Ok. Reverse style. Það ekki neitt. Og það setjum maður ekki neitt. Nei, ok. Síðan mögnunin, KP, proportional gain. Þar skulum við byrja að setja 1. Og fyrir tíman hægt að skrifa þetta bara 1M og svo bara enter. Það þarf maður að skrifa þetta allt saman. Það var nóg fyrir mig að skrifa 1M og íta á enter, þá kemur hún sjálf með T-cross og svo kemur bara 1M. Þetta þetta 1 mínúta, tíminn, integral time. Og deadband höfum hérna 0,25 eða 0.25. Það síðan ekkert meira sem á að koma hér.
Þannig að væntanlega þetta þá allt saman. Við höfum hérna þá kommentin fyrir þetta allt saman hérna í reglunum. Og þá erum við búin að setja inn í variables þar sem við þurfum fyrir reglun. Hvað gerum við þá næst? Við þurfum að klára náttúrulega skjáinn fyrir reglun. Kannski væri sniðugt að fara í Analyze hérna og Build Changes. Yes. Og vista þetta til öryggis, þegar við erum búin með ákveðin hluta af þessu. File, Save Archive. Og þetta sama, skipolíukerfi, Save. Yes. Og rétt að smella hérna á vistunina. Já, hann ætti þá að vera búinn að vista og þá skulum við hérna líta á skjáinn. Skoðum hann betur. Já, þurfum ekki að hafa hérna PI-regli merkið. Við getum sett upp kassa fyrir línuritið. Það er bara gert hérna þar sem við erum með bendilinn og við erum með rektangul hérna og við bara setjum hérna kassa strax fyrir neðan. Fyrir, ég held að þetta sé þá bara, þetta sé ekki bara nóg að hafa þetta svona. Ekki hafa neitt of stóran svo við sjáum betur hérna heildina. Merkjum þetta allt saman með texta. Setjum, þetta getum við haft þetta hérna fyrir ofan en ég ætla að setja þetta samt hérna til hliðar. Hérna hef ég þá óskildi setpoint. Þarf ekki að hafa þetta svo stórt. Bara að textin komist fyrir. Fer hérna í properties og skrifa hérna óskildi. Eða þetta er sem sagt SP. Þetta er rauninni hiti óskildi sko. Og já, ég var ekkert að miðja jafna þetta left eða center hérna, það sé skemmtilegra. Og síðan held ég áfram að merkja. Hittu nú við, það var ekki rétt. Það var að halda lengur niðri, Ctrl-C til þess að fá þetta. Þar fyrir neðan ætla ég að setja mögnun og svo ætla ég að setja i-tíman og svo ætla ég að hafa hérna hiti raungildi og loki valf hérna. Þannig að næsta ætla ég að hafa mögnun, KP. Það er skraut, þannig að þess vegna megum við setja sér íslenska stafi inn í þetta. Og já, þetta á að vera lítið K. Þetta hérna er svo óskildi, nei hérna integral time. Já. Skrifa það bara tími hérna á íslensku, helmingurinn á ensku, restin á íslensku. Aha, já, það er stækkað þetta. Síðan er hiti raungildi. Properties.
hiti raungildi. Verða að smella á OK hérna. Þetta ekki nógu breytt, svo að aðeins að færa þetta til hérna. Og síðasta loki stýristærðin. Svona, OK, og þarna fáum við allstaðar tölugildi. Aðeins að jafna þetta hérna og jafna þetta hér. Þessi tölugildi náum við þá í með entry field. Entry field og þá ger ég bara svona kassa sem jafn stór hérna. Og svo var þetta sé ekki svipað, þetta fer ekkert yfir, bara þetta svona svipað stærð og segi hérna copy, paste og svona og aftur fyrir í-tíman og fyrir raungildið og lokan. Svona. Það sé ekki það bil svona og það er sennilega ekki hægt að sendara þetta. Bara vinstri jafna, hægri jafna. Já, það er mjög. Það er í-tíminn. Kannski þarf ekki að vera svona langt á milli, en þó, OK. Og mér sýnist að þá vanti í rauninni ekki annað en að sýna í hvaða stöðu þessi takki hérna auto manual er. Copy, paste, taka í burtu hérna textan. Þá sem sagt sjáum við í hvaða stöðu hann er. Þessi hérna. Fyrir reglinn, sko. Því að núna í sjálfu sér, að því að hef þetta í sömu sjámyndinni, þá er ég með manual auto-takkan hérna fyrir ofan, reglinn. Svo að þetta hérna manual auto hér, að þetta þarf ég ekki að endurtaka hérna á skjámyndinni. Er það ekki óþarfi? Finnst ykkur það ekki bara? Ekki allt í lagi svona? Jú. Þá er í sjálfu sér ekki annað að gera, held ég heldur en ætli við höfum gleymt einhverju. Ég ætla að prófa að fara bara hérna í rebuild, absolutely rebuild all project, yes. Og þá ætla ég að vista stöðuna eins og hún er núna, file, save archive. Og ég skrifa yfir þetta og smelli svo á diskinn. Já, ég gleymi einu, það er náttúrulega að útbúa línuritið. En það er kannski skemmtilega að gera það þegar þetta er allt saman komið í gang. En við getum samt sem áður byrjað á því að velja hérna animated objects og ef við segjum bara hérna hiti óskgildi, real, segjum OK og
þá þetta hérna, þá þetta animation type, þetta trend diagram og ég smelli á, örna þarna til hægri og þessi tala verður aldrei hærri en 100% og að öðru leyti þarf ég ekki að breyta neinu hér. Og getum haft þetta svarta línu, það svo sem allt í lagi. Það sé óskgildið. Og hérna, þannig að ég búinn að velja hérna svo tek ég afrita þessu, segi copy hérna, smelli út fyrir og svo Ctrl+V, gerist ekki neitt, Ctrl+C, Ctrl+V, að hér ætla ég að setja eitthvað annað inn. Það fari hérna animation, breyta þessa hits í óskgildi í loki, valve, þetta sem loka og ég ætla að hafa hann grænan. Ég fer í animation, trend diagram, þetta 0 til 100 eins og ég stilti áðan. Ég ætla að hafa hann grænan, hversu mikið opinn hann Segi svo OK og apply og OK og ég ætla að smetla hérna út fyrir og ítra allt á Ctrl+V þegar hann rammaði viðbót, tvísmetli á hann og ég ætla að velja hérna þá raungildið. Hiti raungildi, það hérna real og segi OK á það og ég ætla að breyta litnum á þessu hafa það rautt gildi, sem sagt rauða línu og þetta líka 0 til 100, OK, apply og OK og ég ætla bara að prófa að setja þetta í gang eða þó að skemmtilega að færa þetta tilbaka ofan í hvert annað. Færi hérna rammana saman aftur með örvatökkunum. Svona. Þannig að þá sjáum við hérna niðri leið ef eitthvað að fara í gang. Nú veit, hvaða man auto kom hérna? Ég var að hérna segja paste þarna áðan. Það hlýtur að vera alveg það sama og ég var með. Properties, hérna, þetta nákvæmlega það sama, hérna, hann við flatsing, þannig að þetta allt í lagi. Og hendur hann út. Þannig að þá hérna fer ég bara að stækka þetta. Eigum við ekki eftir að græja hérna efri stíkuna og það? Jú, það er þá þetta hérna, sem sagt efri stíkan hérna, efri sleðin, það hiti óskgildi. Það hér, þetta þá real, hiti óskgildi. Getum notað hann í það. 0 til 1000, já, OK. Það sé ekki 0 til 100. Ég held að við setjum það svoleiðis. 0 til 100. Og þá það hérna, náum í það hér, hiti óskgildi til hliðar, til að sjá hvaða tölugildi í gangi út frá sleðanum. Hiti óskgildi þar líka, OK bara. Og þetta skiptir ekki máli, þetta gæti alveg farið. Þetta fer bara upp í 100, breytir engu. Og vorum við búin að skilgreina þetta hér. Já, þetta var hiti 2, það rétt.
og þetta hérna hiti 2. Það passar. Já. Hvað settir við í stikuna? Hiti og skildi líka? Já, hiti og skildi, já, á sleðanum. Það hiti og skildi og breyti því yfir í 100 hámarksskildið. Og hiti og skildi þarna entry field kassin, þarna hægra megin. Við hefum eftir að skilgjuna entry field kassan að ekki við hliðina á línritinu. Já, alveg rétt. Ok. Óskildi, set point hérna. Þá förum við hérna í þetta hérna. Þá þetta hiti óskildi hér. Þetta breytist líka hér. Hiti óskildi hér. Því að hér gætum við líka sett inn tölugildi sjálfur. Apply, ok. Og fyrir mögnunina þá þurfum við að velja hérna inn í hiti parametrar hérna. Við erum að smella á plus og mögnunin hérna KP, Proportional Gain. Smellum OK. OK, við förum sennilega hámarki í 10 hérna. Gæti ég trúað. Það eru kannski mestalagi 5, ég veit ekki. En það væri betur allavega að í svona raunveruleikanum að takmarka þessa stærð svo að við hérna komum við fyrir að verði eitthvað óvart og hátala þarna inni. I-tíminn, þá förum við á sama stað, það hiti parametrar, það integral time hérna og segjum OK og OK. Síðan loki, valve hérna. Hér loki, valve, það real hérna. Það OK á það. Og aftur OK. Og hiti raungildi, við smellum á það. Hiti raungildi, það bara hér, hiti raungildi. OK, það sennilega annar staðar líka en þó, ég veit ekki, jú. Nei, það sennilega bara hér. OK. Við að gleyma þá einhverju öðru? Hvað var hérna fyrir ofan? Var þetta ekki hiti raungildi hérna á hitaranum? Jú, hiti raungildi. Getur hér eitthvað warning? Type of variable has changed. OK. Já. Þá næ ég hérna í hiti raungildi bara aftur. Sé hvort að þetta var alveg rautt hérna. OK. Þetta real. Þá segir við apply. Nú. En eitthvað. Ég ætla bara að prófa að setja hann aftur hérna. Ég bara eyða þessu. Fá fram hérna entry field bara aftur. Út í kassan hérna. Gæti komið einhver viðvörun eða eitthvað vesen. Ég veit. Næ bara í þetta aftur. Hiti raungildi, real, að því ég breytti þessu úr integer í real, þá hann með eitthvað smá svona, segja bara, OK, þetta bara til þess að sýna okkur hvað staðan á hitara 1, á olíunni fyrir framan hitara, eða eftir hitara 1. OK, þá held ég að ég sé ekki að gleyma mjög mörgu í viðbót. Ef ekki bara prófa að athuga hvað gerist, sem sagt, já, ég ætla kannski að vista þetta til öryggis. Fara í rebuild hérna og segja yes. Það rebuild hérna, smellið náttúrulega hérna á analyze fyrst ef það ekki búin að því og build changes eða rebuild og síðan file og save archive og save yes, og síðan að smella á disklingin og eftir þetta getum við farið að keyra.
og þá spurning hvort að við verðum með eitthvað fleira svona í kringum þetta. Það minnka niður þar sem ég þarf ekki á að halda. Prófa að hafa hérna þetta tvennt, stigaritið og skjáinn hlið við hlið. Svona sé ég kannski hvað að gerast. Og hér höfum við valið sem sagt simulation mode og væntanlega þið þurfið að gera það. Ef þið hefði breytt þessu yfir í að tengjast beint við inntölvu. En við skulum hérna vera með simulation mode og þá smellum við hérna á connect því að fyrr getum við ekki sendt neitt ofan í inntölvuna. Ef að kemur hérna skjár fyrir einhverja villumeldingu þá það í fyrsta skipti sem er sendið niður í herminn eða í inntölvu. Og þá þurfum við bara að smella á OK og þá fáum við valmynd. Það er eitt hak sem þarf að taka í burtu, það er mjög auðvelt að sjá það og smella svo bara OK og staðfesta aftur á einni valmynd í viðbót og smella svo aftur á connect og þá ætti þetta að ganga allt upp. Þá ætti við að fá þetta eins og transfermerkið og disconnect, ætti allt saman að fara í gang. Og núna sendum við forritið með því að fara í transfer, smella á þetta hér. Þá sem sagt ég get valið með að láta inntölvuna fara á run eftir að búið að senda forritið í inntölvuna eða herminn. Og kannski kemur hérna beðnum að staðfesta þetta sem sagt, confirm run on this project, segjum bara OK. Og við sjáum hérna allavega einhverja línur koma hérna neðst. Og við þurfum að gera skjáinn virkan, þessi skrín hérna. Við smellum á enable write variable og þá kannski ekki vegi að setja hérna manual auto, setja hann inn, þann rofa inn. Jó, hann vill ekki hanga inni, hvers vegna er það? Aðeins að kanna það. Ég ætla að fara hérna í properties. Hann var við flatsing, allt í góða lagi. Manual auto, OK. Hvað var þetta hérna? Þetta var líka við flatsing, manual auto. Það er eitthvað skrítið. Allavega hérna. Já, þetta er komið í gang og við ætlum að setja hérna, allavega byrjum að setja dæluna inn. Gerum skjáinn virkan aftur. Já, hvað segir þau? Hvarf bara hérna allt nema dæla 1, dæla 2, skilvenda, hitari 1, hitara 2 og línuritið. Allir taka þarna törfu bara. OK. Já, þau eru sem sagt ósýnilegir, þeir eru þarna ennþá. Já. Það er spurning hvort það er einhver stilling, eitthvað stillingaratriði. Þess að ef ég smelli á on hérna, þá virðist hérna start ég 1,in. Já, sem sagt við verðum að hafa off inni, sem sagt, allir stopprófarnir verða að vera inni áður en ég get ræst. Dælan 1 kemur inn. Sko, það er spurning, sko, hvort það er eitthvað. Get ég breytt þessu, já, svona. Já, ég var ekki að grúppa þetta, þannig að kannski best að ég fari að grúppa þetta svo ég skemmi þetta ekki aftur. Svona. Þetta. Já, prófið að keyra þetta, prófið að láta þetta virka hérna. Ég ætla aðeins að sjá hvert er.
Allavega að við erum hjá með dælu 1 komna í gang og sko það er spurning sko hvort það er eitthvað hérna varðandi ef þetta hverfur. Já, ég ætla að grúppa þetta svo þetta myndi ekki fara allt á flakk hjá mér. Grúp, svona, og þá ger ég skjána aftur virkan. Ég þyrfti eiginlega bara að fá hérna skjáinn hjá þér eftir smá stund, Arnór. Rétt eftir að ég er búinn að kannski sjá hvort að þetta er að vinna hjá mér eðlilega. Getur verið að ég hafi gleymt einhverju varðandi reglin. Hann virðist ekki vilja koma inn. Býtu, er þetta ekki sama? Ef ég smelli á manual auto, virðist hann ekki taka því. Er eitthvað annað? Ég gerir sama hjá mér. Hann bara köttar það út. Já, býtu við. Ef ég fer hérna í control, hvað hét þetta hérna? Sko sjá. Aðeins að skoða hérna control hjá mér. Hvað hét þetta? Hét þetta ekki bara... Hann er eitthvað rauður hérna manual auto. MA hérna, manual auto. Það er spurning hvort að þetta þarf að vera, já, það virðist vera búl. Er það, aðeins að skoða þetta í database. Eitthvað hérna varðandi manual auto hérna, hvar er hann? Kannski var ég búinn að, já, kannski má hann ekki vera, kannski á hann bara vera búl. Það er kannski ástæðan. Yes. Ég set hann bara sem búl, ég ætla að athuga hvort að það er ástæðan. En í verkefninu, ég man ekki hvað kemur þar fram, eða hvort að það var, það er hérna íbúl. Það er spurning, af því að stendur þarna, ég sá að það kom hérna búl, þarna hann var rauður hérna, manual auto. Manual auto. Ok. Hérna, manual auto, ég ætla að prófa að hafa hann bara búl, sjá hvort að það lagar þetta. Það er spurning, af því að stendur hérna búl. Sjáðu, þegar ég fer yfir þetta þá kemur bara búl, MA0, automatic mode 1 or other mode 0. Þannig að þetta er bara búl, þetta má líklega ekki vera í búl. Ok. Við höfum sennilega sloppið þetta ef við höfum skrifað þetta bara beint hérna inn. En, ok, skoðum þetta. Það sem ég þarf að gera þá núna, það er að fara í Analyze, Build Changes. Ég sendi inn þessa breytingu. Það er spurning hvort að hann gera það sjálf eða hvað. Nei. Ég ætla að prófa að, þetta er skrítið, það er eitthvað hérna voða skrítið. TR er líka rauður. En líka, hvort að ég er ekki með alveg réttan regli, það er líka aðeins möguleiki. Þannig við setjum bara reglinn aftur inn ef að hann verður eitthvað með vandamál. Ég ætla að prófa að senda, ég ætla að fara í stopp hérna. Ok, ég ætla að senda þetta aftur niður allt saman. Senda, býtum við. Ég ætla að fara til öryggis í, já ég var búinn að fara í rebuild, það er ekki. Já, ég ætla að senda þetta niður. Svona. Það er eitthvað rautt hérna í þessum hér.
Það er eitthvað skrítið í gangi. Það er eitthvað initialization command. Ok, það getur verið að vanta eitthvað inn á þetta hér. Þetta nú við. Hvernig var þetta? Vorum við með það nokkuð í verkefninu? Nei, það var ekkert, býttu, TR1. TR1 er 0. TRS, já, TRI, það var 0. TRS, það er spurning hvað þetta er. Initialization command. Það er spurning hvað þetta þarf að vera. Það þarf að vera 0 líka bara. Prófa það. Ég veit ekki. 0 eða 1, ég veit það ekki. Í rauninni ætti maður ekki að breyta þessu neitt, sko. Ég ætla að prófa að athuga hvort hann, já, hann allavega hann gefur ekki út á þetta. Ég ætla að fara að kannski kemur þetta bara aftur rautt, ég veit það ekki, það verður að koma í ljós. Ég er búinn að búa til nýtt forrit. Það kemur samt rautt á þetta ennþá. Sendi þetta niður. Transfer. Ok. Líklega þurfum við bara að ná í annan regli aftur. Þetta er eitthvað skrítið. Af því að það er líka, en það getur verið að sé mismunur á milli forrita, version af þessu forriti, að það leiti eitthvað aðeins öðruvísi út hinn reglurinn. Sjáum hérna að já, hann kom allavega PIB, svo kom 0 hérna. Það er eina sem að ég sé öðruvísi, sko. En þessi hérna, hann kemur bara PI samt, já, því að hann kemur ekki með PIB hérna, sko, PIB 0. Bara hér inni. Það er ein villi. Ha? Hvernig Það var ein villi, allt í control, ekki í animation object. Það var allt dæla 1 hjá mér. Já. Þannig að þú ert búinn að leysa vandamáli sem var hjá þér. Já, ég held að ég er að tjekka það virki. Já, flott er, ok. Þannig að það getur verið að við þurfum að skipta honum út, en ég ætla að sjá sem sagt hvað gerist. Ok, ég var búinn að senda þetta niður. Og þetta er hérna manual auto. Það verðist ekki koma inn. Já, hérna verðist vera hægt að setja hér líka eitthvað. Skrítið. Já, kemur hérna. Þannig að, já, ég hugsa að ég verði bara að prófa að hreinlega skipta honum út. Aðeins að stoppa þetta, hann verðist ekki vilja að fara í gang. Það er allt í 0 hérna. Segjum ok, ég ætla að stoppa þetta hérna. Og ég ætla bara aðeins að fara úr sambandi. Þarna. Þetta er control. Ég ætla að, já, hvað gerist ef ég eyði honum alveg? Confirm, yes. Og hvað gerist þá með gagnagrunnin? Hiti parametrar eru hérna. Býtum við, reverse direction 0, 1, 1. Ok, það verður að vera 0 á reverse direction og ENRCPI.
Það er spurning. Það er spurning hvort að þetta, ef við setjum þetta aftur inn, hérna er Pjara, P-I-B, veit ekki. Skulum sjá hvort þetta gengur. Ég ætla að ná hérna aftur í FFB Input Assistant og ég held að hér áttu bara að skrifa inn P-I-B. Það sem að stóð inn í honum. En nema, hvað gerist ef ég bæti við 0? Nei, það er ekki til. Þetta er bara P-I-B. Þá kemur hérna P-I-1 af því þetta er næsti lausi, sennilega. Instance. Ok. Þetta er svolítið skrítið að lenda í þessu. Ok. Ég ætla að prófa þetta þá og fara eftir þessu hérna. Hiti raungildi. Það er real, já. Ok. Setpoint, já, ég ætla kannski að setja verkefnið aftur hérna. Svona. Og hiti óskildi á. Svo er það þetta, sko. Hvort maður kannski býr til þetta aftur. Man. Þetta reyndar ekki til, þannig að ég ætla bara að sjá. Man er 0. Auto er 1. Sjá hvort að þetta, ef ég býð þetta til sjálfur, hvort að hann kemur frekar með þetta. Þetta vill hann hafa sem bool, þetta er ekki til. Ef ég smelli á græna, þá ætti þetta bætast inn í gagngrunnin. Þetta heitir aðeins öðruvísi. Og sjá hvort að hann er ekki sáttur við þetta. Og síðan hérna parametrarnir. Já. Getur ekki notað sömu parametra á hann? Ég held það, já. Ég ætla að reyna það. Ég fer í hérna hiti parametrar, vel þetta og segi OK. Virðist vera. Síðan er ekkert annað en loki valv hérna neðst. Loki valv hér, OK. Og já, það ætti þá að vera, nú bara prófa ég að smella hérna á Analyze. Það virðist ekki finna neitt að þessu. Ég smelli á Build Changes, segi hérna Yes. Og þetta hérna er rauninni bara P1 kemur hér. Ok. Ég ætla bara að prófa að vista þetta til öryggis. Save Archive. Og smetla á diskringin. Svo var ég bara að prófa að keyra þetta. Ég ætla að stækka þetta hérna svo að, já, þannig að það vista. En þarftu ekki að breyta þá kontrólurnum eða sem sagt? Jú. Ég þarf að breyta þessu yfir í sko man 0 auto 1. Það er í gagnagrunnum, þannig ég get breytt því. Ég ætla bara svona rétt að fara hérna inn og breyta þessu hérna. Þetta er þá man 0 auto 1. Ok. Það er bara, ég var bara að spekulera hvort að þetta hafi eitthvað farið öfugt ofan í sem sagt forritið.
Þetta það sama. Manual 0, auto 1, ok. Því að ég er búinn að búa þetta til áður, sko. Það er spurning, hvað annað held ég að sé eins. Og þá bara að prófa að fara í Connect. Og síðan að senda þetta niður. Og bara transfer. Og þá bara að sjá hérna, setja inn alla off-rófana og þá er þetta ræsa dælu 1. Ég var að smella fyrst á run, staðfesta það. Ræsa dælu 1, ræsa dælu 2 og skilvinduna. Og ég ætla að prófa, núna kemur hann inn. Aha. Og þá ætlum ég að prófa að færa til sleða hérna fyrir, það í 20, hérna óskildið. Já, það verðist núna virka. Getur það að opna dataedurinn hjá þér? Já. Svona. Það hefur einhver kengur komið í manual auto að því að ég bjóða fyrst í dataeditornum, hugsanlega. Frekar heldur en að skilgreina það beint þarna á reglinum sjálfum. Það virðist vera að hann hafi viljað gera það. Eða eitthvað sambandsleysi var þarna á ferðinni. Ertu búin að taka mynd af þessu? Óli? Já, ég var bara að breyta þarna man 0 auto 1 dæminu á... Já. En já, þetta gerist líka hjá þér eða hvað? Já, það var nákvæmlega sama, sko. Já, það skýði. Þá sjáum bara hvort að þetta lagast þá eftir að þú hefur breytt hérna eða skipt út reglinum. Má ég þá loka þessu aftur? Já. Ok. Ég ætla að hafa kannski hérna já, þetta hérna til hliðar, hafa stigaritið hérna til hliðar svona aðeins að sjá hvað er að gerast. Bara að prófa líka hérna með hittaran, rofin fyrir hittar verður inni, ok. Ég fæ hérna, this isn't a valid PLC address or PLC is busy or media is off því ég reyni að fara í hérna simulation. Já, þú ert á simulation mode, eða ekki? Jú, ég er búinn að setja... Þá, já, sko, þetta kannski, þú veist, þetta gerst líka þegar í fyrsta skipti sem maður prófar þetta. Já, ok. Er það komið hjá þér? Ég held það. Já. Sko, síðan er tvístöðureglinn, hann virkar hjá mér, hann slekkur á hitaranum þegar komið upp fyrir 40 gráður og svo kviknar aftur á honum þegar hann kemur undir 37. Þá kemur hitari 2 aftur inn. Þannig að hann virðist vera alveg eðlilega í lagi. En sko, ég ætla að fá hérna 41 gráðu, já, við vorum með þetta, ok. Það hefði kannski verið sniður að vera með 0, ekki 0 til 100 á þessum hér, heldur hérna, kannski 0 til 50, þessi gildi hér. Já, þetta virkar. Þetta virkar núna hjá þér.
Ok. Já. Það ljómandi. Þá sko 40 gráður, já, ég var ekki búinn að biðja 40 gráður óskildi. Þannig að, ok, mögnunin einn hjá mér og einn tíminn, 1 mínúta. Og þannig allavega núna virkar þetta hjá mér í lagi. Og sjá, býtum við, hittin kemur inn. Hann fer ekki út fyrir en, 47, já. Já. Já, ef við fer upp fyrir 41 gráður, þá fer hitari 2 út. Þannig að það virðist vera eðlilegt, ég verð að fara niður fyrir 37 gráðurnar, fyrir niður í 36 gráður, þá kemur hitari 2 inn. Hann virkar alveg eðlilega, þetta tvístöðureglinn, hann alveg í góðu lagi. Og það virðist vera að þessi reglir sé núna komin alveg í lag. Og nú þarf ég bara að athuga, þið þurfið að sýna mér skjái ef að þið lendið í einhverjum vandræðum. Sem að þitt kerfið komið í lag, Óli. Þannig að það sem við gerum þá bara að taka nokkra myndir af þessu og skila þessu inn. Þannig að við getum byrjað á mánudaginn á nýju verkefni. Er það ekki málið? Ég að vinna í. Já. Egill, hvernig var staðan hjá þér? Heldur þetta var sama villa? Já, var sama villa. Þetta virkar núna bara eins og hjá þér. Já, ok, það er fínt. Það er ljómandi. Þá þetta bara sama að taka bara myndir og setja það neðst í skjalið. Ég man ekki, ég held að það hafi, já, bara verið svo að reyna að segja frá einhverjum skynjurum og einhverju sem að þyrfti fyrir svona kerfi, skiljið. Það er einhver spurningar þarna í verkefninu. Ok, Arnar, hvernig er staðan hjá þér? Nei, Arnór, fyrirgeðu. Ég held þetta sé að ræddast. Já, einmitt. Þannig að þú ert ennþá bara að setja þetta upp, kannski? Eða breyta þessu eitthvað? Já. Já, þannig að þú átt eftir að prófa þetta. Það bara, já, lofið að vera í friði til þess. Það spyrja mig bara. Svo er það Ingvar. Hvað segir Ingvar? Já. Er þetta eitthvað að fara að virka hjá þér? Ekki alveg. Nei. Sem sagt manual auto, breytir það bara í manual 1, auto 0. Já, ég skilgreindi þetta á reglinum sjálfum í control dæminu, sko. Já. Það er ein spurning með hitara 1, það sem að vera grænt, hvaða skilgreindur í græna litin sem í variable? Sko, já, hitari 1, já, það er gamla merkingin. Við þurfum að breyta því. Sko, hvað á hann? Af því að núna ætluðu við að bara hafa þetta í manual auto, sko, að þegar reglun er í gangi, að þá yrði hann grænn. Ég var ekki búinn að laga það hjá mér heldur. Þannig að þetta yrði bara sama og ég breytti í að hættir að koma núna merkingin, sko, manual 0 auto 1 eða eitthvað slags. Hvað er þetta í gagnagrunnunum? Þá maður að manual auto, sem sagt hitara 1, svo hann verið grænn. Já, sem sagt, já, til þess að verði grænn, þá er þetta sé ég ekki hvað þetta er. Það stendur á þessu. Já, neðst. Það er manual 0 og auto 1 sem að ég myndi breyta þessu í, sko. Ok, ég ætla að færa þetta bara í burtu þá er þessi undir, þetta er gamla merkingin, manual auto Hér ætla ég að breyta þessu í er það manual 0 auto 1, þetta var þessi búl. Var þetta kannski? Nei, það geta ekki hafa verið á staðan.
og þá fer ég hittara 1 aftur tilbaka hérna og grúpa þetta. Það hlýtur að vera mikið álag á vinnsluminnið. Hvað vinnsluminnið komið í núna? Já. Mjög býtur við, memory, það segir bara 7. Já, það bara það. Ok, þannig að hérna hefur þetta nálgast hérna hiti raungildi 39,6 gráður, þetta mjög nálægt í að vera orðið rétt gildi fyrir skilvinduna. Og við sjáum það að skilvindar inni, allt sem er grænt, það inni. Og við sjáum að hitinn á olíunni hérna fyrir framan skilvinduna, þá þetta hérna 39,7 gráður. Og ég ætla bara að grúpa þetta hérna saman, svo að ég skemmi þetta ekki, grúp, svona. Og þannig að allavega núna virkar þetta hér. Svo þarf ég að skoða þetta hjá fleirum. Hérna Ingvar var að laga eitthvað hjá sér. Já, breyta þarna í þetta þarna. Já. 8.1. Já. En var reglirinn farin að virka þegar Ingvar? Nei, það var ekki regla. Heyrðu, viltu kannski séra skjánum þínum? Já. Ég get kíkt á það. Já, svona og... Svona, komið. Já, þetta hlýtur alltaf leiðinni. Já, þetta er komið núna, akkurat. Ég ætla að... Það er að slökkva hérna og opna aftur og það krassaði smá. Já, ég hugsa að ég stoppi þetta bara hjá mér til þess að ég sé mig ekki með yfirálag á tölvunni og bara vista þetta til öryggis, þetta virðist allt vera svona. Og þá ætla ég að spurning hvort ég get fært þetta við, nei, svona, fært þetta hingað og stækka þetta. Ok, núna hef ég, þú hefur verið að laga þetta, já, þú veist að laga þetta þarna undir, já. Og hann allavega, já, þú ert allavega búin að breyta því, ok. Já, ok. Erðu, það var bara spurning, því að þessi virðist vera í græn, en þessi MA0 hérna, hann er rauður, skilur þú? Já. TRS, þetta er eitthvað með vesen? Já. Heyrðu, má ég prófa að fikta eitthvað í þessu hjá þér? Hvernig, já. Melli hérna, þú er að samþykkja það, ok. Og þá er bara spurning hvort að við þurfum ekki að stoppa þetta og prófa, já þetta er á stopp sko. Já. Þetta var hreinlega að prófa að setja nýjan regli hérna inn í þetta. Af því að hann er á rauðu hérna sko. En gerum samt eitt, gerum lokatilraun með það að sjá hvort hann virki. Við förum, af því að þú varst búin að breyta einhverju, smellum hérna á Analyze. Það virðist ekki vera neinn villa í þessu. Já, 0 error, 0 warning, já flott, ok. Og þá er það að build changes og hann er af því. Síðan þurfum við að senda forritið niður eftir að þetta er tilbúið. Svona, svo hérna download project. Núna er allan að þessi error warning farin. Ok, við skulum sjá. Já, hvað gerist? Nú kemur þetta rautt hérna. Já, það var það sem að, já, ég hérna,
ég hugsa að þetta sé málið. Við skulum prófa að skipta út reglinum. Sko, ok, þá ætlum ég að bara... Gera það, sko. Þú getur bara breytt þarna manual autodæminu. Bara á honum sjálfum? Já, skrifa, nei, ekki gera þetta. Skrifa bara beint þarna man, -0, -auto og -1. Já, þú einmitt svona. Man, undirstrykk, niðurstrykk 0, niðurstrykk, auto, -1. A-U-T-O. Oh my god. A-U-T-O, niðurstrykk 1, svona, og svo smetla á... Já, glemdi að skrifa... Já, smetla á yes. Þarna, ok. Og hérna, smetla á, já, analyze, já, og build changes. Já, við erum alveg að falla á tíma, en þetta virðist svona, þetta virðist vera eitthvað rautt ennþá. Dugði þetta hjá þér, Óli, að hérna breyta þessu? Já. Er ekki betra að finna samt sem ég bjóð til hérna? Já, það er spurning. Ok. Býtu, er þetta ekki ennþá alveg... Já, ok, þetta er bara þessi sami sem ég gerði á hann. Ég bjóð hann ekki til í dataeditunum, sko. Ég gerði hann bara beint þarna á reglum. Já, ég bjóð til hérna áðan, sko. Ég breytti í skríninu hérna. Já, það meinar. Það getur verið að það sé eitthvað sem að er að pirra hérna forritið. Já. Eins og maður þurfi að setja þetta inn frá þessum stað hérna, frá hérna... Já, ok. Það verðist vera. Hérna, hvað er þetta biðin í númer 10? Veit ekki alveg. En rétt prófum að setja þetta í gang, bara just in case. Og sjáum hérna hvað er í gangi hérna, sko, hvað er skjárinn hjá þér? Þannig hérna. Og við prófum, varstu búin að breyta þessu eitthvað? Nei. Nei. Ok, tökum hann úr sambandi hérna, rétt aðeins sjáum hvað gerist. Hvað gerist, þetta var hérna, aðeins að hérna stækka það, ekki hægt, jú. Býtum nú við, manual, hérna, nú notum við sko búl. Og apply OK. Þetta er sama hérna. Það er þetta hér. OK. Apply OK. Annars verður það bara að skipta honum út. Ef þetta virkar ekki. Prófum að setja í gang. Þetta er á run. Já, OK, þetta er á run. Gerum skjáinn virkan. Setjum allt í gang, allt annað í gang. Ok, þessi var ekki skilgreindur, eða hvað? Jú, hann er komin. Setjum dæluna inn, dæl 2, skilum þetta. Og hitarinn, hann kemur inn, eðlilega. Aðeins bara tekka á þessum hérna hitara. Ef komin upp fyrir 40 þá á hann fara út, það passa, þetta virkar alveg rétt hjá þér. Svo það fer inn aftur hérna. En þessi hér, 20 óskildi breytist, það er eðlilegt. En svo er bara eftir að, sjá hvað gerist hér. Eftir að setja hann inn. Hann hangir inni. What? Heyrðu, hvað er að ske? Heyrðu, þetta er að breytast maður. Þetta er góð í gang. Já, við hefðum átt að trúa Óla og við gerðum það. Já, hann náttúrulega er snillingur í þessu. Já, hann prófaði að borða á þetta bara. Já. Hvernig myndir eigum að setja inn? Hvernig myndir? Það er bara að hafa einhverja, sem sagt,
hafa saman skjáinn og ertu að meina til að skila þessu? Já. Hafa kannski skjáinn hérna og þú veit, já, það er bara að þú náir öllum skjánum kannski, það er spurning. Ég sé þetta náttúrulega ekki kannski alveg allt, en þið getur örugglega fengið allt saman, af því þetta bara takmarkast svona í Teams og kannski eitthvað annað í viðbót hérna til dæmis eins og bara að vera með stigaritið við hliðina, skiljið. Svona mynd, skiljið. Eitthvað snipping af þessu hérna. Já, snipping af þessu svæði hérna. Það verður flott. Það er málið. Heyrðu, þá getur þú hægt að deila þessu, Ingvar. Þá er þetta komið. Og spurningar, bara með mynd. Arnór, já, hvað segirðu? Voru einhverjar spurningar eða er það bara mynd? Það voru einhverjar smá spurningar í þessu verkefni. Ég ætla aðeins að færa þetta tilbaka hjá mér hérna. Já, það er númer 10. Já, eitthvað þetta í 10. lið. Það var eitthvað varðandi hvaða búnaður væri í þessu. Skrifaði lýsing á kerfinu, þar sem koma sögu skynjarar, ytri útgangar og rofar. Þannig að þið ættu nú kannski að ráða við það. Þið vitið að til þess að geta mælt hitastigið, þá er hitaskynjari á olíunni. Þið eru sérfræðingar í að staðsetja hitaskynjara líka. Og sem sagt bara að lýsa kerfinu. Við erum með 2 dælur, skilvindu og 2 hitara. Annar hitarinn er með regli, hinn hitarinn er með tvístöðarregli og við erum með start- og stopprófa fyrir dælurnar og skilvinduna og hitararnir, hitari 2 er með af-á-rófa og hitari 1 er með í rauninni rófa fyrir reglin. Sama rófan og fyrir reglun. Þannig að hann kemur inn leið og reglunni fyrir í gang, þá er hitarinn að byrja að virka. Og þá reglum við hitastigið fyrir framan skilvinduna. Og skynjarinn getur verið til dæmis PT100 eða einhver hitarafvaki til þess að mæla hitastigið á olíunni inn á intöluna. Það er þau atriði sem ég var að spá í varðandi að skrifa lýsingu á kerfinu. Haldið þið það að svari því ekki svona mestu leyti? Ég ætla bara aðeins að býta nú við. Er nóg að segja í kerfinu 2 dælur og skilvindi allt með on-off rófum? Erum með einn hitara með PIB-regli og annan hitara með tvístöðarregli? Já, ok, og einn hitaskynjara fyrir olíuna, bæta við, það ekki? Já. Þið þurfið svo sennilega að fara að mæta í næsta tíma, eða ekki? Hvað og hverju? Já, bara mæti í helgafrí. Það er ekkert annað. En annars er ég hérna bara til þess að aðstoða okkur. Ég ætlaði nefnilega að reyna að hjálpa honum Birki. Ég sé að hann er hérna búinn að aftengja sig. Fara í líf. En ég ætlaði að reyna að hjálpa honum með þetta eitthvað. En eru þið annars í sæmilegum málum? Hvernig var þetta hjá þér, Arnór? Varstu komið með allt í gang? Já, þetta virkar allt saman. Hann fer út hitari þegar fer yfir 40 og fer allt í gang 30. Já,
flottir og reglirinn var farin að virka hjá þér, sem sagt, líka, sem sagt, þessi PI-reglir, hann var líka í lagi. Ok, það virkar allt saman. Það ljómandi, Arnór. Þannig að, já, það bara þá að skrifa einhverja smá lýsingu þarna á kerfinu, þarna í lið 10, aðeins að segja með start- og stoppprófa fyrir dælurnar og skilvendurna og svo fara með þess, eins og ég var að fara yfir á það. Ok, ljómandi, þá ég hugsa að við séum það bara orðnir góðir í dag. Þið eruð þá væntanlega allir líka búnir að staðfesta valið við ykkar umsjónarkennara og svo einhver könnun í gangi. Þið sjáuð þetta væntanlega. Ég ekki búin að staðfesta valið, hvenær má ekki gera það núna? Jú, þú ættir að farið að staðfesta valið, sko, og væntanlega það í lagi valið. Er síðasta önnin, það vorunni, næsta önn? Já. Það bara fara yfir það, tryggja það að það séu örugglega allir áfangarnir innir, sem við átt eftir. Jú. Já, það bara aðalatrið og það var bara staðfesta val og hver er umsjónarkennarinn hjá þér, Ingvar? Gunnar. Já. Ég bara staðfest og ég veit ekki, ég hef stundum ekki, ég veit ekki, ég man ekki hvort ég hafi talað við hann síðast. Já, nei, það þarf ekki, hann bara smellir á að staðfesta valið, sko. Já, en þú veist hvar þú gerir þetta, hvar þú staðfestir valið, er það ekki? Já, þú hefur gert það nokkru sinnum. Jú. Það er flott. Ljómandi, það er bara að ganga frá því, þannig að sko, síðasti dagurinn er mánudagurinn í næstu viku, að gera eitthvað í þessu. Það er málið. Ok, ég ætla að fara í að stoppa upptökuna. Ég held að við séum konir með allt sem við þurfum á að halda.